Er þetta komið? Ég set þá 314. fund sveitarstjórnar Rangárþings eystra og óska eftir athugasemdum við fundarboð ef einhverjar eru. Ef svo ekki þá ætla ég að renna yfir þá sem sitja í fundarsalnum. Það Anton Kári Halldórsson, sveitarstjóri, Árný Hrund Svavarsdóttir, Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Rafn Bergsson, Bjarki Oddsson, Guri Hildstad Ólafsson, sá sem hér stendur, Tómas Birgir Magnússon, Árný Lára Karvelsdóttir, markas- og kynningarfulltrúi, sem sér útsending og tæknimál, og Margrét Jóna Ísólfsdóttir, skrifstofu- og fjármálastjóri, sem ritar fundargerð. Og þá göngum við bara til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá minnisblað sveitarstjóra. 11. maí 2023 lagt fram minnisblað sveitarstjóra helstu verkefni liðinna vikna. Anton Kári, gjörðu svo vel. Daginn, oddviti sveitarstjórnar fulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla að renna yfir minnispunkta sem eru lagðir hér fram á fundinum fyrir þennan mánuð og hefst á lesturinn. Ársreikningur. Ársreikningur sveitarfélagsins Rangárþings eystra fyrir árið 2022 á dagskrá fundar okkar í dag til síðari umræðu. Það ljóst að staða sveitarfélagsins sterk. Rekstrarniðurstaða samantekinna reikningsskila jákvæð 166 milljónir króna og afkoman 119 milljónum krónum betri en áætlun gerði ráð fyrir. Þessu ber meðal annars að þakka aukinni ásókn í búsetu í Rangárþingi eystra, öflugu atvinnulífi, mikilli uppbyggingu og ekki hvað síst öflugu starfsfólki og forstöðumönnum sveitarfélagsins. Sveitarstjórn einhuga að í ljósi jákvæðrar niðurstöðu ársreiknings verði auknu fjármagni varið til fjárfestinga í innviðum, til dæmis gatnagerð og annarri þjónustu við íbúa. Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, bauð til opins fundar orkuskipti með áherslu á hlutverk vindorku þann 24. apríl síðastliðinn. Fundurinn var haldinn í félagsheimilinu Hvoli og var mjög vel sóttur. Á fundinum var kynnt nýútkomin skýrsla starfshóps helstu álitaefni sem ramma inn umræðuna nýtingu vindorku á Íslandi. Rangárþing eystra ásamt fleiri sveitarfélögum hafi gegnum árin ítrekað óskað eftir nánari umræðu þessi mál og því það mikið fagnaðarefni að loksins virðist að vera raungerast. Rangárþing eystra eitt af fáum sveitarfélögum á landinu sem hafa markað einhverja stefnu nýtingu raforku í sínu aðalskipulagi, þá vindorku. En ljóst að mikil umræða og samráð á enn eftir eiga sér stað varðandi þessi málefni áður en skýr rammi fæst. Oddafélagið tók á móti Lilju Alfreðsdóttur, menningar- og viðskiptaráðherra í Odda þann 5. maí síðastliðinn. Sveitarstjórum í Rangárvallasýslu var boðið til móttökunnar. Þar var farið við það helst í starfi Oddafélagsins ásamt því að viðstaddir fengu virkilega góðan fyrirlestur þær fornleifarannsóknir sem eiga sér stað í Odda. Ljóst að mikil tækifæri felast í Odda og hans merku sögu fyrir okkur Rangaenga í heild. Það verður spennandi að sjá og taka þátt í að ræða og móta framtíð þessa mikilvæga sögustaðar til framtíðar. Og þá yfir í menningar, æskulýðs og íþróttamál. Þann 1. maí var haldin æskulýðssýning Hestamannafélagsins Geysis. Sýningin var haldin í Rangárhöllinni að viðstöddu margmenni og var hinn glæsilegast í alla staði. Fjöldi barna og ungmenni tóku þátt í sýningunni og voru atriði fjölbreytt, frumleg og umfram allt virkilega skemmtileg. Það frábært að sjá hversu vel Hestamannafélaginu hefur gengið að byggja upp sitt æskulýðsstarf og heiður fyrir sveitarfélagið að fá að taka þátt í því. Eldri söngnemendur við tónlistarskóla Rangaenga réðust ekki á garðinn þar sem hann lægstur nýverið. Farið var af stað með uppsetningu og söngleiknum Litla hryggleysbúðin í Hvolnum á Hvolsvelli. Og ótt að segja að íbúar hafi kunnað vel að meta það uppátæki, því það seldist upp á allar sýningar og hlaut hópurinn mikið lof fyrir. Það virðingavert að sjá og upplifa það sem hægt að gera í samfélagi eins og okkar þegar allir leggjast á eitt og taka þátt af líf og sál. Ég vil koma fram fyrir sérstöku þakklæti til allra þeirra sem að sýningunni stóðu og stóru framlagi þeirra til eflingar menningarstarfs í sveitarfélaginu. Ég veit ekki með ykkur, en ég get ekki beðið eftir því hvaða verk verður fyrir valinu á næsta ári. Hvolsskóli tók að venja þátt í undankeppni skólahreysti nú nýverið og ótt að segja að liðið hafi komið séð og sigrað, því krakkarnir lögðu allt í sölurnar og stóðu uppi sem sigurvegarar kvöldsins. Það magnað að sjá þessi ungmenni okkar, það geislar að þeim hreystið, orkan og þau framkvæma hluti sem flest okkar myndum ekki láta okkur dreyma að gera.
Þann 20. maí mun svo Hvolsskóli taka þátt í sjálfri úrslitakeppninni. Ég efast ekki um að lið Hvolsskóla ætla sér stóra hluti í þeirri keppni og við hin styðjum þau að sjálfsögðu alla leið. Áfram krakkar, vel gert, þér eru til fyrirmyndar. Rangárþing Eystra samþykkti á síðasta ári EKKO-stefnu sína. EKKO-stefna er forvarna- og viðbragðsáætlun sveitarfélagsins vegna eineltis, kynbundins áreitnis, kynferðislegri áreitni og ofbeldis á vinnustöðum sveitarfélagsins. Mikill metnaður var lagður í gerð áætlunarinnar og var hún unnin á Auðnast í samvinnu við forstöðumenn sveitarfélagsins. Markmið hennar er að tryggja að úrræði séu til staðar og stuðla forvörnum og verkferlum komi upp mál á þessum toga á vinnustöðum sveitarfélagsins. Kynningarfundir vegna stefnunnar voru haldnir nú nýverið fyrir starfsmenn sveitarfélagsins. Fundirnir voru virkilega vel sóttir og voru bæði fróðlegir og gagnlegir. Það er nauðsynlegt fyrir okkur öll að þekkja einkennin og þá ferla sem unnið er eftir ef slík mál koma upp. Ég hvet alla sem ekki hafa kynnt sér stefnuna að gera það, en hún er aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins. Varðandi framkvæmdir í gangi. Líkt og áður hefur komið fram í framlögðum minnisblöðum ganga framkvæmdir við leikskólann Ölduna ljómandi vel. Þeim áfanga verður náð nú á föstudaginn eða morgun, 11. maí, að gera verður lokaúttekt á húsnæðinu. Samið hefur verið við verktakafyrirtæki Grjótgás framkvæmdir og frágang á lóðu leikskólans. Þær framkvæmdir munu hefjast á næstu dögum og er áætluð verklok þann 15. ágúst. Þegar framkvæmdir verður lokið mun leikskólinn Aldana sjálfsögðu verða vígður og öllum íbúum boðið til hátíðahaldana og til að kynna sér aðstæður í þessu nýja glæsilega húsi okkar. Nú er í undirbúningi auglýsing lóða í 3. áfanga Hallgerðartúns. Framkvæmdir gatnagerð var boðin út og alls bárust 3 tilboð. Samþykkt var að ganga til samninga við lægstbjóðanda, Gröfuþjónustuna EHF, Smávélar framkvæmdina. Og vonast er til þess að framkvæmdir geti hafist sem fyrst en verkinu skal að fullu lokið þann 15. september. Nú fer sumarvertíðin í áhaldhúsinu okkar að byrja. Verkefnalistinn er langur og fjölbreyttur. Fyrirleggur og unnið verið talsvert við framkvæmdir aðgengismála svo sem gangstéttar, aðgengi fyrir hreyfihamlaða og fleira. Einnig verið unnið í fjöldanum öllum af verkefnum sem snúa að snyrtingu og fegrun umhverfis. Takk fyrir mig í bili. Fyrir Anton Kári, einhverju sem vilja sig undir þessum lið. Ef svo er ekki þá höldum við áfram dagskrá og förum í annan lið á dagskrá fundarins. Það er ársreikningur Rangárþings Eystra 2022. Seinni umræða, endurskoðaður ársreikningur Rangárþings Eystra 2022 lagður fram til seinni umræðu í sveitarstjórn. Engar breytingar urðu á ársreikningum á milli umræða. Er einhver sem vill taka til máls hér? Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Oddviti. Kom nú aðeins inn á ársreikningin í minnisblaðinu áðan, en langaði bara svona rétt að leggja smá orð í belg. Nú liggur niðurstaða endurskoðaðs ársreiknings fyrir og ljóst að fjárhagsleg staða sveitarfélagsins er góð. Tekjur ársins voru töluvert yfir áætlun og skila það sér í þessari jákvæðu niðurstöðu. Það er mikið gleðiefni að sveitarfélagi náði að fjármagna hluta fjárfestinga ársins 2022 með eigin fé, en áætlunin gerir ráð fyrir að nær öll fjárfesting ársins væri fjármögnuð með lántöku. Það er ljóst að slík uppbygging er ekki sjálfbær til lengri tíma og gríðarlega mikilvægt að rekstur sveitarfélagsins skili handbæru fé til uppbyggingu á innviðum og nýfjárfestingum. Fjárhagsstaða sveitarfélaga á Íslandi hefur verið mikið í umræðunni á síðustu mánuðum. Verðbólga, verð og launahækkanir hafa mikil áhrif á rekstur sveitarfélaga. Lágt skuldahlutfall Rangárþings Eystra hefur komið sér vel í því árferði sem nú ríkir, enda hefur hár fjármagnstekjukostnaður mun meiri áhrif hjá mikið skuldsettum sveitarfélögum. Á niðurstöðum ársreiknings okkar má sjá að rekstur sveitarfélagsins er í góðu jafnvægi og getum við horft björtum augu til framtíðar. Og að lokum þakka ég starfsfólki sveitarfélagsins og sveitarstjórn fyrir vel unnin störf eins og ársreikningurinn ber merkjum. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ég vil Bjarki, gjörðu svo vel. Takk Oddviti.
Herri, ég að taka undir með Antoni Kára. Þetta bara virkilega ánægilegt að fram sér komin þessi ársreikningur og þarna niðurstaðan jákvæð. Það ekki öll sveitarfélög sem það er staðan hjá. Þannig að við getum bara verið þakklátt og fagna þessari niðurstöðu. Hún þarna kemur svo sem ekkert ástæðulausu. Það verður að vanda vel til verka þegar fjármagn sveitarfélags eru á dagskrá. Áætlunargerð mikilvæg, kemur kannski sérstaklega fram og það sem skýrir þennan þarna þessa jákvæðu afkomu náttúrulega auknar tekjur frá jöfnunarsjóðnum og það ekki sjálfbær þróun að við séum í jákvæðri stöðu út af því að við fáum meira úr jöfnunarsjóðnum en við áætlum. Þannig að ég vil bara leggja áherslu á að við höldum áfram vandaðri vinnu við fjárhagsáætlunargerð og vöndum vel til verka og vinnum þetta saman. Takk. Ok. Vilt þú ekki lesa hana upp, Bjarki? Allir sáttir? Já, gjör svo. Takk fyrir þetta. Heyrðu, fulltrúar B-lista vil ég leggja til bókun eða leggja við bókun við ársreikninginn og ég ætla að taka mér að fara með hana. Fulltrúar B-lista fagna því að fram komin endurskoðaður ársreikningur sveitarfélagsins. Ársreikningurinn eins konar frammistöðumat sveitarfélagsins með áætlunargerð. Það því einstaklega ánægjulegt að sjá að rekstrarniðurstaða sveitarsjóðs jákvæð sem nemur 166 milljónum króna. Það munar hvað mest að meira fékkst úthlutað úr jöfnunarsjóði en áætlað var. Í því samhengi benda fulltrúar B-lista á að sú jákvæða rekstrarniðurstaða sem fagna ber hefði getað verið neikvæð ef ekki hefði verið fyrir hærra framlag úr jöfnunarsjóði en áætlað var. Við blasir krefjandi aðstæður á efnahagsmarkaði. Fjármagnsgjöld koma til með að hækka þrátt fyrir að vera ekki mjög há. Afsakið. Við blasa krefjandi ástand á efnahagsmarkaði, fjármagnsgjöld koma til með að hækka og þrátt fyrir að vera ekki mjög hátt í samanburði við önnur sveitarfélög fer skuldahlutfall hækkandi. Í sívaxandi samfélagi sem krefst aukinnar og framúrskarandi þjónustu ber að vanda verulega til áætlunargerðar. Þá stingur sérstaklega í auga annar rekstrarkostnaður sem fer 20% fram úr fjárhagsáætlun. Fulltrúar B-lista leggja því höfuðáherslu á samvinnu við vandaða fjárhagsáætlunargerð til lengri tíma. Sveitarstjórn verður að hafa skýra stefnu hækkun tekna til að koma í veg fyrir frekari hækkun skuldahlutfalls. Jafnframt leggja fulltrúar B-lista áherslu á að sveitarstjórn hafi skýra forgangsröðun fjárfestingar til komandi ára. Við horfum björtum augum fram á veginn og byggjum áfram upp framúrskarandi samfélag sem laðar að sér nýja íbúa á ábyrgan hátt. Að lokum langar mig fyrir hönd fulltrúa B-lista og ég vonandi sveitarstjórn allrar að þakka öllum starfsmönnum og forstöðumönnum sveitarfélagsins fyrir þeirra vinnu á síðasta ári og einnig þökkum við starfsmönnum og endurskoðendum sveitarfélagsins fyrir þeirra vinnu við ársreikninginn. Og undir þetta skrifa ég Bjarki Oddsson, Guðri Hillstad Ólafsson og Rafn Bergsson. Takk. Takk fyrir Bjarki. Mér langar líka bara að koma á framfæri þakklæti mínu til starfsfólk sveitarfélagsins fyrir góð störf og mjög jákvætt að rekstrarniðurstaðan líti svona vel út í krefjandi rekstrarumhverfi, þannig að það bara alls ekki sjálfgefið. Fleiri sem vilja taka til máls hér? Ef svo ekki þá ætla ég að lesa hér bókun til samþykktar eða staðfestingar á ársreikningnum. Rekstrarniðurstaða á B-hluta var jákvæð 166 milljónir króna og niðurstaða A-hluta var jákvæð 143 milljónir króna. Eigið fé í árslok 2022 nam 2.971 milljón króna samkvæmt efnahagsreikningi fyrir A- og B-hluta og 2.836 milljónum króna fyrir A-hluta.
Veltufé frá rekstri A og B hluta var 396 milljónir en 309 milljónir króna í A hluta. Veltufjárhlutfall var 1,8 í A og B hluta og 1,2 í A hluta. Skuldir og skuldbindingar í A og B hluta námu 2.051 milljón króna í árslok 2021 en 1.946 milljónum króna í A hluta. Skuldafjárhlutfall A og B hluta í árslok 2022 var 69,8% og skuldaviðmiðið 39,5%. sem þrátt fyrir lántökur á árinu 2022 og breytingu á uppgjörsreglum sveitarfélaga langt undir 150% hámarki viðmiðunarreglna samkvæmt reglugerð fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga. Og þá ber ég þessa bókun hér með upp til samþykktar eða staðfestingu á seinni umræðu á ársreikningi. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd og ársreikningur 2022 þá samþykktur samhljóða. Kannski breyta þarna einum í bókunni. Neðst 23 það ekki 22. Samþykkt. Þarna það ekki. Við erum komin langt fram úr okkur. Ljómandi gott, þá það þriðji liður. Það lánasjóður sveitarfélaga, lántaka í maí 2023. Lögð fram drög að umsókn Rangárþings eystra lántöku á árinu 2023 hjá lánasjóði sveitarfélaga að upphæð 300 milljónir króna. Lánið tekið til að fjármagna framkvæmd við nýja byggingu leikskóla, samanber lögum lánasjóð sveitarfélaga númer 150/2006. Einhver sem vilja tjá sig? Meira í bókun, nei, í innganginum. Meira í innganginum, afsakið, hvar var ég komin? Já, samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 stóð til að taka lán til framkvæmda að upphæð 500 milljónir króna í ljósi góðrar stöðu afkomu sveitarfélagsins reynist ekki þörf á nema 300 milljónum króna láni að svo stöddu. Einhver sem vilja taka til máls hér? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir ekki að vera að taka mikla langflóki í þetta. Fulltrúi minnihluta og meirihluta var þarna komið inn á mikilvægi þess að þarna gæta að skuldastöðunni og þess vegna virkilega ánægjulegt að sjá að við erum þarna að fara að taka minna lán en við áætluðum og það bara virkilega ánægjulegt. Við erum náttúrulega í stórri framkvæmd sem leikskólinn og við getum ekkert hætt við að taka lán, við erum að klára framkvæmdina og klára okkar skuldbindingar þannig að þarna við klárum þetta með stæl og virðist vera að draga úr þörf fyrir lánsfé sem bara virkilega jákvætt. Ég bara fagna þessu. Takk. Takk fyrir Bjarki. Eru fleiri sem vilja tjá sig hér undir þessum lið? Ef svo ekki, þá ætla ég að bera upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Ákvörðun að taka lán hjá lánasjóði sveitarfélaga sem tryggt með veði í tekjum sveitarfélagsins. Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að taka lán hjá lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að 300 milljónir króna með lokagjalddaga þann 20. mars 2039 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggur fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér.
Sveitarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu höfuðstól uppgreiðslugjald auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138/2011. Nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar og framkvæmdum leikskóla sveitarfélagsins sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 2. málsgrein laga stofnun opinbers hlutafés lánasjóð sveitarfélaga númer 150/2006. Jafnframt er Antoni Kára Halldórssyni, sveitarstjóra Rangárþings eystra, kennitala 0305833 3539, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Rangárþings eystra að undirrita lánasamning við lánasjóð sveitarfélagsins samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Þeir sem samþykkja þessa bókun rétti upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá það 4. dagskrárliður á þessum fundi, það breyting á samþykkt stjórn sveitarfélagsins Rangárþings eystra. Á 312. fundi sveitarstjórnar var breyting á samþykkt Rangárþings eystra vísað til seinni umræðu í sveitarstjórn. Breytingin lýtur að breytingu á samþykktum stjórn og fundarsköp aðildar sveitarfélaga byggðasamlagsins sem lýtur að nauðsynlegu ákvæði framsal á valdi til fullnaðar afgreiðslu barna verndarþjónustu. Viðbót þessi verði í formi viðauka við samþykktir sveitarfélaga. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun fram til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir í seinni umræðu breytingu á samþykktum sveitarfélagsins í formi viðauka við varðandi fullnaðar afgreiðslu mála hjá barnaverndarþjónustu Rangárvall og Vestur-Skaftafellssýslu samanber 3. málsgrein 12. greinar barnaverndarlaga númer 2002 fyrirgefið. Þeir sem samþykkja þetta réttu upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 5. lið á dagskrá og það byggðarþróunarfulltrúi Rangárvallasýslu. Lagt fram minnisblað frá fundi vinnuhóps byggðarþróunarfulltrúa Rangárvallasýslu og drög að samstarfssamningi til 5 ára milli SAS og Rangárþings ytra og Rangárþings eystra atvinnu og byggðarþróun á starfssvæði sambandsaðila. Einhverjir sem vilja tjá sig hér varðandi þennan lið? Ef svo ekki að þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Lagt til að sveitarfélagið verði þátttakandi í verkefninu, gengi til samninga við SAS og Rangárþings eystra og að Rangárþings eystra verði leiðandi sveitarfélag og haldi utan verkefnið. Kostnaður við verkefnið á árinu 2023 áætlaður 1,3 milljón sem yrði mætt með viðauka í fjárhagsöflun ársins sem myndi færast á atvinnumál og mætt með lækkun á handbæru fé. Einnig lagt til að skipa Anton Kára Halldórsson og Guri Hilstad Ólafsson í starfshóp ráðningarferli. Þeir sem samþykkja þetta réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 7. liður. Það félags- og skólaþjónusta Rangárvall og Vestur-Skaftafellssýslu breyting á stjórn. Tillaga að Sigríður Karolína Viðarsdóttir taki sæti í stjórn byggðarsamlagsins, varamaður verði Tómas Birgir Magnússon. Einhver sem vil tjá sig undir þessum lið?
Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir að Sigríður Karólína Viðarsdóttir taki sæti í stjórn byggðasamlagsins og að varamaður verði Tómas Birgir Magnússon, þeir sem það samþykkja rétt við hönd, og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 7. lið. Það ferðamálastefna Rangárþings eystra. Á 9. fundi markaðs- og menningarnefndar var lagt til að núverandi ferðamálastefna Rangárþings eystra verði endurskoðun og að aðgerðaáætlun yfirfari sérstaklega með tilliti til eftirfarandi spurninga varðandi meginþætti ferðamálastefnunnar. 1. Katla-Jarðvangur verði þekkt sem eitt helsta útivistarsvæði landsins til náttúruskoðunar í fjölbreyttu landslagi með verndun og nýtingu að leiðarljósi. Hvað hefur ánist hjá Kötlu-Jarðvangi frá þeim tíma sem ferðamálastefnan var samþykkt og hvað hefur sveitarfélagið gert til að efla Kötlu-Jarðvang? Hver eru næstu skref í tilvist Kötlu-Jarðvangs? 2. Að efla kynningu, samvinnu, fræðslu og nýsköpun í menningar- og sögutengdri ferðaþjónustu í sveitarfélaginu. Hvað hefur verið gert í að efla kynningu, samvinnu, fræðslu og nýsköpun í menningar- og sögutengdri ferðaþjónustu í sveitarfélaginu? 3. Áhersla verði lögð á Hvolsvöll sem áfangastað og miðstöð þjónustu í alfaraleið. Megináhersla verði lögð á sögugóða þjónustu, gestrisni, snyrtimennsku og sjálfbærni þar sem vörur frá héraði verða í forgrunni. Hvernig hefur því verið fylgt eftir að gera Hvolsvöll að áfangastað og miðstöð þjónustu í alfaraleið? Hvað var gert til að efla sögu, góða þjónustu, gestrisni, snyrtimennsku og sjálfbærni frá því að ferðamálaáætlun var samþykkt? 4. Sveitarfélagið sinnir skipulagsmálum að framsæknum taki þar mið af þróun atvinnulífs en á sama tíma sé gætt að jafnvægis milli hagsmuna ferðaþjónustu og íbúa, að tryggja nægt úrval lóða í þéttbýli og dreifbýli fyrir fjölbreytta starfsemi og búsetuform, að tryggja að nægt úrval lóða í þéttbýli og dreifbýli sé í boði fyrir ferðaþjónustufyrirtæki og tengda starfsemi í sveitarfélaginu. 5. Sveitarfélagið standi vörð góða og örugga samgöngur og stuðla að góðu aðgengi að náttúruperlum svæðisins þar sem við á. Hvernig stendur sveitarfélagið vörð góðar samgöngur og aðgengi að náttúruperlum svæðisins, sérstaklega með tilliti til væntanlegs metfjölda ferðamanna í sumar og næstu ára. 6. Efla skal jákvæða og góða ímynd sveitarfélagsins þar sem höfð er að leiðarljós nú er ég alveg búinn að lesa yfir mig hérna, þetta bara að byrja aftur á þessu setningu. 6. Efla skal jákvæða og góða ímynd sveitarfélagsins sem verði höfð að leiðarljósi fyrir starfandi fyrirtæki, íbúa og gesti. Byggt verði á þeirri ímynd til að efla samfélagið inn á við og út á við. Hvernig hefur góð ímynd sveitarfélagsins verið efld og hvernig hefur verið byggt á þeirri ímynd? 7. Sveitarfélagið leggur áherslu á gott samstarf og samráð við íbúa, ferðaþjónustuaðila og aðra hagsmunaaðila við framkvæmd þessarar stefnu. Hvernig hefur samráð og samstarf við íbúa, ferðaþjónustuaðila og aðra hagsmunaaðila verið háttað þegar kemur að því að framfylgja ferðamálastefnunni? Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Guri, gjörðu svo vel. Takk, oddviti. Þessi stefna er náttúrulega mjög metnaðarfull og var mjög metnaðarfull þegar hún var samþykkt 2019. Það sem nú sit ég markvæðs- og menningarnefnd og við höfum rætt þetta svolítið fram og tilbaka. Það sem okkar fannst var náttúrulega að hún hefur kannski ekki verið rosalega virk. Stefnur eiga að vera svona lifandi plögg en hún hefur kannski verið ekki nógu mikið virk á þessum tíma. Náttúrulega COVID líka spilar það inni. Margt hefur áunnist, það má náttúrulega segjast líka. Það er náttúrulega margt sem hefur verið gert. Og þegar við vorum að ræða þetta fyrst að menningarnefndar fundi, þá var þetta meira svona fá svolítið yfirlítið við hvað er búið að gera og náttúrulega hvað situr eftir, hvað viljum við gera í framtíðinni, hvað þurfum ekki að gera og svo framvegis, bara svona endurskoðun.
en stefnan sem slík náttúrulega bara rosalega góð eins og hún var og það kannski helst þessi aðgerðaáætlun sem þarf að endurskoða. Nú vorum við að samþykkja að halda áfram í verkefni varðandi byggðaþróunarfulltrúa, en ég velti fyrir mig hvort endurskoða ferðamálastefnu væri kannski líka eitthvað sem myndi falla þar undir. Það væri eitthvað verkefni sem gæti við líka undir byggðaþróunarfulltrúa sem mun náttúrulega vinna mjög náið við markaðs- og kynningarfulltrúa í sveitarfélögum. Já, takk í bili. Takk fyrir, Guri. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Ég byrjaði bara að teka undir það sem kom fram í máli Guri hér áðan, heilsar undir það. Og þakka bara markaðs- og menningarnefnd fyrir að taka málið upp. Því eins og Guri kom inn á þegar að stefnan var unnin á sínum tíma og samþykkt í mars 2019 að hún var unnin á mjög góðan hátt. Það var mikið samráð sem átti sér stað við alla ferðaþjónustuaðila og íbúa á svæðinu það voru unnin og það var lagður mikill metnaður í hann og það var áberandi, það var kraftur í fólki þegar það var verið að vinna hann og fólk hafði trú á því. En auðvitað eins og Guri segir kom ýmislegt upp og við fórum gegnum COVID og annað, en við mistum kannski svolítið dampinn, þannig að mér finnst alveg gráupplagt að taka upp stefnuna og einmitt þá kannski að byrja á því, hverju höfum við náð og það koma þarna fullt af spurningum frá markaðs- og menningarnefnd og það bara sjálfsagt einmitt að greina það, við höfum náð árangur á einhverjum stöðum, hvað þurfum við að bæta. Þannig að ég bara fagna þessu að því að ég held að þetta sé mjög gott tækifæri fyrir okkur að hafa skýra stefnu og skýra sín og þannig að við verðum enn öflugri en við erum í dag. Takk. Takk fyrir, Anton Kári. Eru fleiri sem vilja taka til máls hér? Mér langar bara að taka undir með Guri og Antoni Kára. Ég held að þetta sé afskaplega þarft að svona fara yfir stefnuna og greina hvað það hefur áunnist og eins bara hefur mikið breyst þó að það sé stutt síðan að þessi ferðamálastefna var gerð, að þá hefur orðið mikla breytingar og svona eins og allavega landið liggur í dag að þá horfur á því að ferðamönnum eigi eftir að fjölga. Þannig að það eru margar áskoranir hjá okkur hvað það varðar. Og ferðaþjónusta náttúrulega mikilvægur hluti og ein af stoðunum í þegar kemur að tekjum sveitarfélagsins, þannig að við þurfum að huga vel að þessum málaflokki sem og öðrum. Já, þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til samþykktar ef það ekki fleiri sem vilja taka til máls varðandi þennan lið. Sveitarstjórn samþykkir að það verði vinna við endurskoðun ferðamálastefnu sveitarfélagsins. Sveitarstjórn felur markaðs- og menningarnefnd í samvinnu við markaðs- og kynningarfulltrúa að hefja endurskoðun stefnunar. Í þeirri vinnu verði árangur af fyrri stefnu metinn og það árangursmat nýtt til að uppfæra ferðamálastefnu sveitarfélagsins. Þeir sem þetta samþykkja réttið upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 8. dagskrárlið á þessum fundi. Áskorun til sveitarstjórnar vegna gatnagerðar í miðbæ Hvolsvallar. Skipulags- og umhverfisnefnd skorar á sveitarstjórn að grípa til harðari úrræða. Úrræða sem tiltæk eru til að ljúka við gatnagerð sem allra fyrst. Einhverju sem vilja tjá sig hér, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Bara þakka skipulagsnefnd fyrir þessa ábendingu. Verkið hefur vissulega tafist fram úr hófi eins og við gerum okkur öll grein fyrir og kannski ekki hvað síst vegna bara veðurfars vetrarins. En áætlað að ljúka verkinu núna mánaðamótin maí-júní, þannig að það á lokametrunum. Það hefur verið haldið vel utan verkið, það eru verkfundir aðra hverja viku og eftirlitsmaður á verkinu hjá Verkís, þar sem öllu sem sagt allt ritað niður á skráð.
Þannig að þetta verk bara í höndum framkvæmdasviðsins okkar og því verður öllu fylgt eftir þar og bara í vinnslu þar inni. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Ég svo sem bara tek undir með Kára og þakka nefndinni fyrir þetta frumkvæði. Ég held að maður heyrir það bara út í samfélaginu að fólk orðið, það kurr í fólki yfir framkvæmdinni og þarna það bara ekkert skrítið. Það eru vissulega þarna hluti sem við ráðum ekki við, eins og veðurfar sem hefur haft þarna áhrif á framkvæmdina en hún samt að dragast langt fram úr hófi og við áætluðum verklok, það voru áætluð verklok á framkvæmdinni 16. janúar held ég og nú erum við komin fram í maí og ennþá erum við ekki farin að sjá þarna einhvern veginn heildarmynd. En þetta kemur til með að gera strax, ég treysti því að þetta sé á lokametrunum og við förum að sjá einhverja niðurstöðu. En ég velti fyrir mér með þarna eftirlitsaðilinn okkar, hvernig þarna Anton Kári kom inn á það, þetta eru verkfundir og við erum að kaupa eftirlit. Hefðum við ekki mátt sjá fyrir í hvað stefndi og þurfum við að uppfæra eitthvað og pæla í hvernig við ætlum að bregðast við þessu þannig að þetta sé ekki að verða síendurtekið hjá okkur að við förum langt fram úr. Því að sumarið framundan, við eigum fallegt svæði og þetta svo sem ekkert sérstök þarna viðbót eins og þetta í dag en við treystum á það að þetta verði fínt þegar að þarna allt orðið grænt og fallegt í kring. Takk. Takk fyrir Bjarki. Það eru fleiri sem að vilja sjá sig varðandi þennan lið. Ef svo ekki að þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn þakkar skipulags- og umhverfisnefnd erindið. Framkvæmdir við gatnagerð eru á góðu skriði sem stendur og stefnir í að framkvæmdir ljúki mánaðamótin maí-júní. Að öðru leyti málið í ferli hjá framkvæmdasviði sveitarfélagsins. Þeir sem samþykkja þessa bókun rétt upp hönd, hún samþykkt samhljóða. Þá það 9. mál á dagskrá, umsókn framkvæmdarleyfi, Hundagerði, Rangárþings eystra. Ósk barst til Ráðhús Rangárþings eystra að koma fyrir hundagerði við Hvolsvöll. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillögu að hundagerði við Hvolsvöll og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að vinna málið áfram. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir uppsetningu hundagerðis. Sem þetta samþykki rétt upp hönd, það samþykkt samhljóða. 10. mál á dagskrá umsókn framkvæmdarleyfi Seljalandsfoss, lagfæring á göngustíg. Á 22. fundi skipulagsnefndar var tekið fyrir umsókn framkvæmdarleyfi Seljalandsfoss vegna hruns úr klettaveggjum við göngustíg fossins ásamt lagfæringum á göngustígum. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi máli. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir veitingu framkvæmdarleyfis. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki að þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir, sveitarstjórn samþykkir umsókn, bara heimilar, það ekki? Sveitarstjórn samþykkir framkvæmdarleyfi við Seljalandsfoss, það ekki svoleiðis? Það vafðist fyrir en ég held að þetta sé komið og þá greiðum við atkvæði þeir sem að samþykkja framkvæmdarleyfi. Það samþykkt samhljóða. Þá það áfram 11. dagskrárliður umsókn framkvæmdarleyfi. Á 23. fundi skipulagsnefndar
var tekið fyrir umsókn Íslandsturnar sækja heimild til að reisa 18 metra fjarskiptamastur fyrir farsíma þjónustu og lóð Breiðabólsstaður 1, spennistöð L227732 í samræmi við meðfylgjandi uppdrætti unnin af Íslandsturnum dagsetning 1.2.2023. Nefndin bókaði eftirfarandi málið í ljósi niðurstöðu grenndar kynningar þar sem mikill fjöldi athugasemda barst. Leggur skipulags- og umhverfisnefnd til við sveitarstjórn að umsókn framkvæmdaleyfi verði hafnað. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Bjarki, gjörðu svo vel, því að þú varst aðeins á undan. Takk fyrir, oddviti. Ég ætlaði svo sem ekki neina keppni við aðra fundamennum að komast í púltið, en þó mér finnst gaman að vera hérna. Heyrði, ég þarna ekki tekið undir með þarna skipulags- og umhverfisnefnd. Þannig lagað sé ég að okkur sé ekki stætt á að samþykkja þetta framkomna beiðni framkvæmdaleyfi í ljósi þess hversu víðtækri óánægju hún sætir í nærumhverfinu. Ég nú talaði fyrir því að hafna framkvæmdaleyfi Íslandsturna við Seljalandsfoss og ég er farin að hafa verulega áhyggjur af því að það verði hér ekkert fjarskiptasamband því að við bara ætlum að hafna öllum beiðnum uppsetningu fjarskiptamastra. Þannig ég tel mikilvægt að við felum einhverjum að eiga samtal við Íslandsturna því að ég held að það sé ekki vilji sveitarstjórnar að hafna öllum framkvæmdaleyfum þessa turna ef við þurfum bara að finna þeim viðunandi stað í sátt við íbúa og umhverfi. Þannig að við felum einhverjum að eiga samtalið þannig að það sé ekki að koma inn umsóknir framkvæmdaleyfi þar sem er kannski á fallegustu stöðum. Þannig að þetta sé gert í einhverju samráði við okkur og þá ætti að vera auðveldara að fá framkvæmdaleyfi. Takk. Takk fyrir Bjarki, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Við Bjarki vorum í keppni hverju undan, en það var líka, hann sagði eiginlega bara nákvæmlega það sem ég ætlaði að segja líka. En ég held kannski bara á þessu líka sjáum við þurfum kannski að bara náttúrulega óska eftir, nánari gögnum og rökstuðningi fyrir staðsetningu þessara mastra. Ég held við viljum öll hafa gott samband, hvort sem það ljósleiðari eða þráðlaust samband 5G eða hvað. Okkur vantar þá kannski líka að fá heildarsýnina, hvert eru menn að stefna, hvað ætlum við að gera þá á næstu árum? Erum við að tala þurfum við að koma upp með einhverjum 10 möstrum í Rangárþingi eystra innan hvaða zóna, og þá fáum við út einhver svæði og getum þá í góðu samráði, bæði við framkvæmdaraðila og íbúana okkar sem hafa náttúrulega mikið þetta að segja, fundið hentuga staðsetningu, af því að við viljum náttúrulega byggja upp örugga og trausta innviði, það okkur mikið kappsmál að samband sé gott og það til dæmis við ættum svo sem og gerum og leggjum áherslu á, það á mörgum stöðum til dæmis í landegum þar sem mjög lélegt fjarskiptasamband og það svona staðir sem fyrir okkur og okkar mati til þess að þjónusta íbúana okkar að við ættum að einblína á. En að sjálfsögðu viljum við ekki standa í vegi fyrir framþróun og bara tækninni, af því að hún í flestum tilfellum mjög góð. En við þurfum kannski bara að eiga náttúrulega betra samtal við framkvæmda aðilana, fá að vita hvert stefna og vinna þetta betur. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Ég bara tek undir með þeim Bjarka og Antoni Kára. Það víða í sveitarfélaginu sem að bæta fjarskiptasamband og það mikilvægt að þetta sé gert á heildstæðan hátt og menn átti sig á umfanginu. Þar að lútandi, fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið, ef svo ekki að þá ber ég eftir að þess verið að hætta við hérna bókun. Við tökum örstutt fundarhlé.
Þá höldum við fundi áfram eftir fundarhlé. Við erum í 11. dagskrárlið, það er umsókn framkvæmdaleyfi mastur við Breiðabólsstað. Ég held að ég bara kannski renni yfir innganginn aftur á 23. fundi skipulagsnefndar var tekið fyrir umsókn Íslandsturnar sem sækja heimild til að reisa 18 metra fjarskiptamastur fyrir farsíma þjónustu á lóðinni Breiðabólsstaðar 1 spennistöð L22 7732 í samræmi með meðfylgjandi uppdrætti af Íslandsturnum dagsett 01.02.2023. Nefndin bókaði eftirfarandi málið í ljósi niðurstöðu grenndarkynningar þar sem mikill fjöldi athugasemda barst leggur skipulags- og umhverfisnefnd við setjastjórn umsókn um framkvæmdaleyfi verði hafnað. Við vorum búin að ræða hér einhverjir fleiri sem vilja ræða. Ef svo er ekki þá ætla ég að bera eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn hafnar umsókn um framkvæmdaleyfi vegna masturs við Breiðabólsstað. Sveitarstjórn gerir sér grein fyrir mikilvægi góðs fjarskiptasambands alls staðar í sveitarfélaginu með tilliti til öryggissjónarmiða og þjónustu við íbúa. Sveitarstjórn felur skipulags- og byggingarfulltrúa að hefja samtal við umsóknaraðila aðrar mögulegar staðsetningar mastursins. Einnig er skipulags- og byggingarfulltrúa falið að hefja vinnu við heildstæða greiningu á fjarskiptasambandi í öllu sveitarfélaginu. Þeir sem samþykkja þessa bókun réttu upp hönd, hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 12. dagskrárlið, það er lausaganga búfjár í Rangárþingi eystra. 28. nóvember 2022 var haldinn fundur með Vegagerðinni, lögregluembættinu, Bændasamtökum Íslands, sveitarstjórn ásamt markaðs- og menningarnefnd og skipulags- og umhverfisnefnd þar sem fjallað var lausaganga búfjár í Rangárþingi eystra. Á 17. fundi skipulags- og umhverfisnefndar var eftirfarandi bókað. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til að sveitarfélagið afli sér upplýsingar sambærilegar framkvæmdir í öðrum sveitarfélögum þar sem vel hefur tiltekist. Jafnframt leggur nefndin til að sótt verði styrk til Vegagerðarinnar. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Oddviti. Við erum búin að vera að skoða þetta mál síðan þessi fundur var haldinn í nóvember. Þetta var góður fundur og löngu tímabær. Við ætlum held ég að halda hann fyrst 2018 eða 2019. Þannig að hann var kominn á tíma. Það er rosalega mismunandi hvernig sveitarfélög að vinna þetta. Það eru mismunandi leiðir hvernig farið og hvort að lausaganga búfjár sé bönnuð yfir höfuð í sveitarfélögum og hvernig þá aðkoma Vegagerðarinnar og landeiganda en í flestum tilfellum það þannig að landeigendur girða og fá styrk til þess frá Vegagerðinni og halda þá við girðingu. Það sem gleymdist hins vegar hjá okkur í nóvember, við boðuðum fullt af stofnunum og aðilum á þessu fundi en okkur láðist í rauninni að tilgreina fjallskilanefndirnar okkar inn á þessa fundi, fjallskilanefnd Fljótshlíðar og Eyfellinga. Þannig að ég rauninni legg til bara að við vinnum þetta áfram en jafnt boðum þessi aðila á fund með okkur og fáum að heyra þeirra sjónarmiði áður en lengra er haldið. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja taka til máls hér? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir, Oddviti. Ég tekið undir með Antoni Kára að þetta hefði verið virkilega gagnlegt að hafa fjallskipulaganefndirnar með okkur og sjálfsagt mál að taka samtali við þær og fá þeirra sjónarhorn á máli. Það sem að ég held að sé svona áþreifanlegast í þessu máli er óvissa og einhvern veginn mismunandi túlkun á lausagöngu búfjár. Það er einn og einn íbúi sem pirrar sig á þegar kindur þarna hlaupa út fyrir girðingu sem ég held að sé sjaldnast viljaverk bóndans að sleppa og beita vegkantinn. En ég held bændur eru hræddir sína réttarstöðu ef að ekið á búfé og íbúar eða almennir íbúar pirraðir yfir því og hvað gerist ef við leyfum lausagöngu búfjár. En ég held að
Kjarninn að það sem þetta kannski skiptir mestu máli við stoppvegina og tengjuvegina, að þar lausaganga búfjár bannuð. Og það alveg sama hvað okkur finnst með það, hvort við myndum ætla að leyfa hana eða ekki, þá ekki heimilt. Og það í rauninni vegagerðarinnar sem veghaldara að tækla það mál. Þannig að við verðum að passa okkur á því að halda þeim inn í samtalinu. Því að þeir bera heilmikla ábyrgð. Þeir eru veghaldarar, þó þetta sé í gegnum okkar sveitarfélag. Þeir bera heilmikla ábyrgð og við getum ekki leyft þeim að bara, þú veist, segja bara eitthvað. Við verðum að bara toga þá að borðinu með okkur. Því að ég held að á endanum þá beri þeir ekkert síður ábyrgð en við að komast að góðri niðurstöðu þetta í sveitarfélaginu. Takk. Takk fyrir Bjarki. Eru fleiri sem vilja tjá sig hér? Rafn, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Þetta hérna vinsælt umræðuefni, lausaganga búfjár. Það fór fram þarna eins og Anton Kári nefnir fundur í nóvember og var hann ágætur að mörgu leyti. Það hins vegar sem ég fannst slæmt að mér finnst það eru marg sjónarmið í þessu og maður áttar sig ekki almennilega á hvernig þetta virkar og hvað lausagöngubann þýðir. Ég vonaðist nú til með þessum fundi að maður fengi ykkur svör en ég var eiginlega engu nær gagnvart þessu. Það virðist ekki vera til skýr lína hvað felst í lausagöngubanni eða hvernig þetta framkvæmt. Sem mjög slæmt. En það sjálfsagt að vinna þetta eitthvað áfram og reyna að komast að einhverri niðurstöðu hvernig sem við förum að þessu. En svo verður að gera sig grein fyrir, líkt og Bjarki segir, í flestum tilfellum þetta óviljaverk og skepnur sleppa úr girðingum sem þær eiga ekki að sleppa út úr. Og það komum við seint í veg fyrir, alveg sama hvað við setjum margar reglugerðir eða lögreglusamþykktir. Skepnurnar læra ekki að lesa fyrir því, en ég held að sé bara mjög gott að vinna þetta áfram og svo verðum við líka að hafa í huga að vandamálið snýst kannski örfáa aðila. Og spurningin höfum við einhver tæki eða eitthvað til að ná tökum á því eða ná til þeirra aðila. Ég held að þetta séu, þess að ég segi, örfáir aðilar sem virkilegt vandamál. Takk í bili. Takk fyrir þetta. Ég held að við ættum svo sem líka að huga kannski lausagöngu ferðamanna við þjóðveginn. Það kannski seinni tíma vandamál, ekki á þetta bætandi. Eru fleiri sem vilja taka til máls hér? Ef svo ekki þá ætla ég að bera eftirfarandi samþykkt fram til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir bókun nefndarinnar og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að vinna málið áfram. Sveitarstjórn leggur til að boðað verði til fundar með fjallskilanefndum til að ræða málefni. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóð. Þá erum við komin í 13. mál á dagskrá fundarins og það skipulagsmálin eru framundan í næstu dagskrárliðum. 13. mál, aðalskipulag Stórumörk 1, breyting. Að ræða breyting á landnotkun og jörðinni Stórumörk 1, L163808, Stórumörk 3, L163810 og Stórumörk 3B, L224421 úr landbúnaðarlandi L í cirka 3,4 hektara svæði undir verslunar og þjónustu, VAFþ. Cirka 23 hektara svæði undir afþreyingar og ferðamannasvæði, AF, og cirka 27 hektara svæði undir skógræktar- og landgræðslusvæði, SL. Skipulagsumhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Lýsing aðalskipulags breytingar hefur nú þegar verið auglýst og umsagnarfrestur liðinn. Umsagnir bárust frá lögbundnum umsagnaraðilum. Tillagan hefur verið kynnt samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga, laga nr. 123/2010. Með opnu húsi hjá skipulagsfulltrúa þann 20. mars 2023. Brugðist hefur verið við athugasemdum og ábendingum umsóknaraðila í meðfylgjandi tillögum. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að hún verði send til skipulagsstofnun til athugunar fyrir auglýsingu
í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Einhverju sem vilja taka til máls hér? Ef svo ekki þá lesi ég eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og að hún verði send Skipulagsstofnun til athugunar fyrir auglýsingu í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 4. dagskrárliður þessa fundar, landskipti Stóramörk 1. Ásgeir Árnason óskar eftir því að skipta 2 spildum út úr Stóramörk 1 L16 3808 samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti unnin af Efla verkfræðistofa. Annars vegar að ræða spildu tangarstærð 25 hektarar og hins vegar spildu Stóramörk 1C stærð 21,2 hektarar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og nafnið á hinni 9 spildu. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki þá lesi ég eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir landskiptin og nafn á hinni 9 spildu. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 15. dagskrárliður, það er aðalskipulag Eystra-Seljaland F7 breyting. Að ræða breytingu á landnotkun á spildunni Eystra-Seljaland F7 L23 1719 úr landbúnaðarlandi L í verslunar og þjónustu VAF-þ. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Lýsing aðalskipulagsbreytingar hefur nú þegar verið auglýst og umsagnarfrestur liðinn. Umsagnir bárust frá lögbundnum umsagnaraðilum. Tillagan hefur verið kynnt samkvæmt 2. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með opnu húsi og skipulagsfulltrúa þann 20. mars 2023. Brugðist hefur verið við athugasemdum og ábendingum umsagnaraðila í meðfylgjandi tillögu. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og hún verði send Skipulagsstofnun til athugunar fyrir auglýsingu í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo ekki ber ég eftirfarandi tillögu til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verður send til Skipulagsstofnunar til athugunar fyrir auglýsingu í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 16. dagskrárliður, það er aðalskipulag Dílaflöt breyting. Að ræða breytingu á landnotkun á sirka 15 hektara svæði úr spildunum Dílaflöt L23 4644 úr landbúnaðarlandi L í verslunar og þjónustu VAF-þ. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Lýsing aðalskipulagsbreytingar hefur nú þegar verið auglýst og umsagnarfrestur liðinn. Umsagnir bárust frá lögboðuðum umsagnaraðilum. Tillagan hefur verið kynnt samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 með opnu húsi og skipulagsfulltrúa þann 20. mars 2023. Brugðist hefur verið við athugasemdum og ábendingum frá umsagnaraðila í meðfylgjandi tillögu. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að hún verði send Skipulagsstofnun til athugunar fyrir auglýsingu í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi 16. dagskrárlið? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði send til Skipulagsstofnunar til athugunar fyrir auglýsingu í samræmi með 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 17. dagskrárliður, það er deiliskipulag Skeggjastaðir land 17. Sigurjón Veigar Þórðarson óskar eftir því að deiliskipuleggi sirka 0,7 hektara spild úr lóðinni Skeggjastaðir land 17
Gert ráð fyrir allt að 150 fermetra íbúðarhúsi ásamt 50 fermetra geymslu, gestahúsi eða gróðurhúsi. Einnig heimilt til að byggja allt að 150 fermetra skemmugeymslu eða útihús. Heildarbyggingamagn 350 fermetrar, mænishæð allt að 6 metrar miðað við gólfkóða. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og hún verður auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja það réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða. 18. dagskrárliður þessa fundar deiliskipulag Snotruholt. Að ræða tillögu að deiliskipulagi á sirka 3,3 hektara svæði úr landi Snotru L163897. Gert ráð fyrir allt að 5 gestahúsum til útleigu fyrir ferðamenn. Hvert hús allt að 60 fermetrar stærð með mænishæð allt að 5 metrum frá botnplötu. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki að þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja það rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. 19. dagskrárliður þessa fundar deiliskipulag deild. Sveinn Þorgrímsson óskar eftir heimild til deiliskipulagsgerðar á jörðinni deild í Fljótshlíð. Að ræða 3 5.000 fermetra íbúðarlóðir. Á hverju lóð heimild fyrir allt að 150 fermetra íbúðarhúsi, allt að 100 fermetra gestahúsi og allt að 75 fermetra skemmu gróðurhúsi. Hámarks mænishæð íbúðarhússins 6 metrar frá botnplötu en hámarks mænishæð annarra húsa 4 metrar frá botnplötu. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og hún verði auglýst og kynnt almenningi og hagsmunaaðilum í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði auglýst og kynnt almenningi og hagsmunaaðilum í samræmi við 41. grein skipulagslaga 123/2010. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Það samþykkt með samhljóða. 20. dagskrárliður deiliskipulag Kirkjulækjarkot lóð 2. Jana Flíkóva óskar eftir að deiliskipuleggja sirka 1,5 hektara svæði í landi Kirkjulækjarkots lóð 2 L190740. Gert ráð fyrir íbúðarhúsi, bílskúr og gestahúsi. Heildarbyggingamagn sirka 250 fermetrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Á 20. fundi skipulags- og umhverfisnefndar var málinu frestað vegna athugasemdar Vegagerðarinnar. Í bréfi dagsettu 28. apríl 2023 Vegagerðin búin að draga tilbaka upphaflega athugasemd. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og leggur til við sveitarstjórn að hún verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2012. Þeir sem samþykkja það, býttu nú við. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði afgreidd í samræmi við, var ég búinn að lista það? Nei, held ekki. Ég ætla að lesa þetta aftur hérna, ég aðeins farin fram á sjálfum. Viltu koma upp? Má ég koma upp? Já, gjör svo vel. Bjarki hefur beðið orðið. Takk Oddviti, ég held að ég hafi verið þarna valdurinn að því að hér var smá
Þóttur, ég ætlaði bara rétt að koma upp undir þessu lið sem fulltrúi í skipulags- og umhverfisnefnd. Við langaði að skýra þetta aðeins út hvað máli snerist. Það var þarna sótt deiliskipulag við Kirkjulækjarveginn með aðkomu að Kirkjulækjarkotsvegi held ég hann heiti. Og Vegagerðin gerði athugasemd það vegna þarna lengdar á milli afleggjara því að hámarkshraði á Kirkjulækjarkotsveginum var 90 km á klukkustund. Og ég held að það sé bara fínt að við komum hér upp og áréttum það að það er búið að lækka núna hámarkshraðann á Kirkjulækjarkotsveginum, þannig að ef einhverjir eru í stunda kappakstur þar og vilja reyna að ná 90 km á klukkustund og þeim vegkafla að þá er það óheimilt núna og þess vegna gat Vegagerðin dregið umsögnina tilbaka og nú búið að lækka hámarkshraðann í 70. Þannig að það er ástæðan fyrir að Vegagerðin dregur tilbaka athugasemd sína og við getum samþykkt þetta góða skipulag. Takk. Takk fyrir þessar útskýringar, Bjarki. Það er einmitt gott að fá útskýringar á svona málum. Já, ég ætla þá að bera, ef það eru fleiri sem vilja taka til máls, ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar, sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði afgreidd í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem það samþykkja af réttu upp hönd, það er samþykkt samhljóða. 21. dagskrárliður deiliskipulag Bergþórugerði. Lagt er til að gerð verði breyting á deiliskipulagi í Bergþórugerði á Hvolsvelli. Breytingin felst í því að íbúðum í götunni er fjölgað úr 40 í 84. Gert er ráð fyrir 46 íbúðum í 2 hæða fjölbýlishús með risi, 6 íbúðum í 3 parhúsum með risi og 22 íbúðum í einbýlishúsum. Þar af 3 á 2 hæðum með risi og 10 íbúðum í 2 hæða raðhúsum með risi. Hámarksmænishæð er 7,5 metrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að gerð verði aðalskipulagsbreyting vegna fjölda íbúða í Bergþórugerði. Tillagan verði auglýst samhliða aðalskipulagsbreytingu í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Eru einhverjir sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ég vil bara lýsa ánægju minni með þessa breytingu. Ég held að þetta sé mjög til bóta að við breytum aðeins svona íbúðasamsetningunni og bjóðum upp á fleiri svona smærri íbúðir eða möguleika á þeim. Annars ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og gerð verði aðalskipulagsbreyting vegna fjölda íbúða í Bergþórugerði. Sveitarstjórn samþykkir að deiliskipulagstillaga verði auglýst samhliða aðalskipulagsbreytingu í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem það samþykkja rétt við bönd. Það er samþykkt samhljóða. 20. og 2. dagskrárliður fundarins eru landskipti Moldnúpur. Jóhann Geir Frímannsson óskar eftir því að stofna 18.230 fermetra lóð úr Moldnúpi, L16 3783. Hin nýja lóð fær staðfangi Moldnúpur 3. Landskipta uppdrátturinn er unnin af Efluverkfræðistofu dagsettur 21. mars 2023. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og staðfang hinnar nýju spildu. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við landskiptin og staðfang hinnar nýju spildu. Þeir sem samþykkja bókunina rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Númer 23 á dagskrá er landskipti Stóramörk 3. Ásgeir Árnason óskar eftir því að skipta 2 spildum út úr jörðinni Stóramörk 3, L16 3810 annars vegar er það spildan Stóramörk 3C, stærð 6 hektarar og hins vegar Stóramörk 3B, stærð 27.000
35,1 fermetri. Samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti unnum af Eflu verkfræðistofu. Skipulagsumhverfisnefnd bókar eftirfarandi málið. Skipulagsumhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og nafn á hinni nýju spildu. Einhverjir sem vilja tjá sig. Undir 23. dagskrárlið, ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir landskiptin og staðfang hinna nýju spildu. Þeir sem samþykkja bókun rétt upp hönd, hún samþykkt samhljóða. 24. dagskrárliður landskipti Hvassafell. Heiða Björg Skeving óskar eftir samruna á steinum 5 L223108 við jörðina Hvassafell L16 36 70 og síðar landskipti á Hvassafelli L16 39 70 þar sem ný lóð afmörkuð og hnitsett samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og samruna við jörðina Hvassafell L16 36 70. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun fram til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir landskiptin og samruna við jörðina Hvassafell. Þeir sem þetta samþykkja rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 25. dagskrárlið á þessum fundi. Það umsögn vegna rekstrarleyfis Borgarskálinn ehf. Sýslumaður Suðurlands óskar eftir umsögn vegna umsóknar frá Borgarskálinn ehf. að Stórborg lóð F23 22-29 fyrir leyfi til rekstrar gististaðar í flokki 2H frístundahús. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi máli. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að grenndarkynna umsóknina. Grenndarkynnt verði fyrir landeigendum að Stórborg, Stórborg lóð, Stórborg 2, Stórborg 4. Afgreiðslu málsins frestað á meðan að grenndarkynning stendur yfir. Einhverjir sem vilja tjá sig. Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjóra falið að veita umsögn þegar umsóknar aðilar á vegum sveitarfélagsins hafa veitt sína umsögn með fyrirvara niðurstöðu grenndarkynningar. Þeir sem samþykkja þetta rétt upp hönd, það samþykkt samhljóða. Dagskrárliður 26 umsögn fyrirgefið vegna rekstrarleyfis Hótels Bói. Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna umsóknar Gengur ehf. Kennitala 6001 94 2919 fyrir rekstrarleyfi fyrir gististaðar í flokki 2C. Minni gistiheimili að Hlíðarvegi 15. Vantar ykkur ekki þarna, þetta bara svona, já ok. Þá einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið, ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjóra falið að veita umsögn þegar umsókn sagnar aðilar á vegum sveitarfélagsins hafa veitt sína umsögn. Þeir sem staðfesta þetta breyttu upp hönd. Þetta samþykkt samhljóðan. Þá erum við komin í 27. dagskrárlið þessa sveitarstjórnarfundar og þar erum við komin í fundargerðir og við byrjum á 27. dagskrárlið skipulags- og umhverfisnefnd 22 lögð fram til umræðu og samþykktar fundargerð 22. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða. Ef svo ekki, þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni, þeir sem að hana staðfesta. Það staðfest með öllum greiddum atkvæðum. 28. liður skipulags- og umhverfisnefnd 23 lögð fram til umræðu og samþykktar fundargerð 23. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða í þessari fundargerð. Ef svo ekki, þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem staðfesta rétt upp hönd.
Það er samþykkt samhljóða. 20. og 9. dagskrárliður er markaðs- og menningarnefnd. 9. fundur lögð fram til umræðu og samþykktar fundargerð 9. fundar markaðs- og menningarnefndar. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða. Svo ekki þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem hana staðfestur rétt upp hönd. Hún er staðfest með öllum greiddum atkvæðum samhljóða. 30. liður sorpstöð Rangárvallasýslu BS 227. fundur stjórnar. Lögð fram til umræðu og samþykkt að fundargerð 227. fundar stjórnar sorpstöð Rangárvallasýslu. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða. Svo ekki þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem hana staðfest rétt upp hönd. Hún er staðfest með greiddum atkvæðum. 31. liður sorpstöð Rangárvallasýslu BS 227. fundur stjórnar. Lögð fram til umræðu og samþykkt að fundargerð 227. fundar stjórnar sorpstöð Rangárvallasýslu. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða. Rafn, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti. Mér langar bara aðeins að minnast á með þessar fundargerðir sorpstöðvarinnar að þarna eru yfirleitt talað rekstraryfirlit og fleira í þessu. Mér finnst þetta mætti gjarnan vera fylgigögn með fundargerðunum því þetta okkar gluggi sem ekki sitjum í stjórn sorpstöðvarinnar til að fylgjast með og vita hvað að vera. En í framhaldi af því ég fór á heimasíðu Ytra og þar þetta bara opinber gögn, rekstraryfirlitið. Mér langar að spyrja úti á þessum fundi var lagt fram rekstraryfirlit fyrir janúar til desember 2022. Stingur hérna sérstaklega í augun fjármagnsgjöld. Þau voru áætlaðar 12,9 milljónir, enda í 25,8. Og þó að vissulega hafa orðið vaxtahækkanir og við vitum hvernig fjármálaumhverfið hefur verið, þá þetta gríðarlega miklar hækkanir. En það ekki að sjá á fjárfestingum því að þær voru áætlaðar 27 milljónir en voru 17. Mér langaði bara að vita hver skýringin á þessi gríðarlega hækkun á fjármagnsgjöldum er. Takk. Takk fyrir þetta, Rafn. Ég held að þetta sé bara mjög góð ábending varðandi fylgigögn að þau fylgist svo að sé hægt að fylgja þess eftir. Ég sem fulltrúi í stjórn, ég verð bara viðurkenna, ég man ekki, sjálfsagt hefur þetta verið rætt á fundinum en ég skal bara leita eftir upplýsingum það og upplýsa ykkur hvað skýrir þetta. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, þetta bara aðeins til útskýringar. Þetta er aðeins vesen í þessum samstarfsverkefnum okkar þar sem að annað sveitarfélagið eða eitt af sveitarfélögunum heldur utanum í rauninni boðun og dagskrá og með formennsku því að þá í rauninni heldur málakerfi viðkomandi sveitarfélags utanum öll þau gögn sem verða þar til. En þetta í rauninni bara tæknilegs eðlis og þetta bara mjög góð ábending hjá Rafni. Við þurfum bara að tína þær þá handvirkt yfir og náttúrulega passa að þetta birtist á heimasíðum okkar og að við fáum öll fylgigögnin með fundargerðum. Það bara já, það verður að vera þannig einmitt svo að allir geti glöggvað sig á því sem þarna fer fram. Þannig að við bara kippum því í liðin. Jómandi gott, eru fleiri sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi fundargerð fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem hana staðfesta rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá það 30. og annar liður. Það 72. fundur stjórnar félags- og skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu. Lögð fram til umræðu og samþykkta fundargerð 72. fundar stjórnar félags- og skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki verið fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem hana staðfesta rétt upp hönd. Staðfest samhljóða.
33. dagskrárliður, það sorpstöð Rangárvallasýslu, 220. og 8. fundur stjórnar, lögð fram til umræðu samþykktar fundargerð 228. fundar stjórnar, sorpstöðvar Rangárvallasýslu, eitthvað þarna sem fundarmenn vilja ræða. Ef svo ekki þá ber ég hana fram til staðfestingar í heild sinni, þeir sem hana staðfesta rétt upp hönd. Staðfest samhljóða. 34. dagskrárliður, það er 25. fundur svæðisskipulagsnefndar Suðurhálendisins, lögð fram til umræðu og kynningar fundargerð 21. fundar svæðisskipulagsnefndar Suðurhálendisins. Þarna þurfum við, gefur bókun Anton Kári hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Anton Kári. Takk fyrir það. Herðu, hér er komin sem sagt svæðisskipulagstillagan okkar fyrir Suðurhálendi sem við erum að vinna með öðrum sveitarfélögum hér á Suðurlandi. Komin í það form að hún er orðin tiltæk til auglýsingar. Hún var kynnt í vor og kom fjöldinn allur af athugasemdum sem er vel. Búið er að bregðast við þeim og lagfæra og uppfæra tillöguna. Og svo á síðasta svæðisskipulagsnefndarfundi var tillagan endanlega samþykkt af svæðisskipulagsnefndinni og lagt til að sveitarstjórnirnar myndu gera slíkt hið sama. Þetta er bara svona aðeins til útskýringar á ferlinu af því að þegar öll þessi sveitarfélög sem að þessu koma, þau eru 11, þegar þau eru búin að samþykkja tillöguna þá verður hún auglýst og athugasemdafrestur verður eitthvað fram á hausti. Þannig að ég bara hvet íbúa til þess að kynna sér þessa tillögu. Þetta er ansi mögnuð tillaga og ansi magnað að sveitarfélög hér á Suðurlandi hafi í rauninni komið sér saman þetta skipulag, svona stór ágreiningslaust. Þannig að ég held að þetta sé kannski svona fyrsta skref að svæðisskipulögum fyrir sveitarfélög á Suðurlandi. Af því að við höfum í rauninni í þessari vinnu svolítið þurft að stramma okkur af. Það er í rauninni miklu fleiri þættir sem maður vilja skoða sameiginlega. Þannig að þarna er búið að leggja mikla vinnu í greiningu og landslagsheildum og vegakerfin okkar á hálendinu. Við rauninni endurskilgreina skálasvæðin okkar og það er svona heilmargt fróðlegt. Og svo náttúrulega í kjölfarið þegar þessari vinnu er lokið að þá þurfum við að meta tillöguna og sjá í rauninni hverju við þyrftum að breyta í okkar aðalskipulagi til þess að samræma. En ég bara fagna því að hún sé komin og vonandi verði hún samþykkt í rauninni til auglýsinga. Takk. Takk fyrir, Anton Kári. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar í samræmi við tillögu svæðisskipulagsnefndar með tilvísan í 3. málsgrein 23. greinar skipulagslaga númer 123/2010 og 15. grein laga umhverfismat framkvæmda og áætlun númer 111/2021. Samþykkir sveitarstjórn tillögu að svæðisskipulagi Suðurhálendisins 2022 til 2042. Þeir sem samþykkja bókunina réttu upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 35. lið fundarins. Það er Samband íslenskra sveitarfélaga, 925. fundur stjórnar, lögð fram til umræðu og kynningar fundargerð 925. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá höldum við áfram í næsta dagskrárlið og það er dagskrárliður 36, barnvænt samfélag, fundargerðir stýrihóps, lagðar fram til umræðu og kynningar fundargerðir 1. til 10. fundar stýrihóps barnvænt samfélag. Eitthvað þarna inni sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá förum við í næsta dagskrárlið. Það er dagskrárliður 37, 227. fundur heilbrigðisnefndar Suðurlands, lögð fram til umræðu og kynningar fundargerð 227. fundar heilbrigðisnefndar Suðurlands. Eitthvað í þessari fundargerð sem fundarmenn vilja ræða?
Ef svo ekki, þá höldum við áfram í 38. dagskrárlið. Það er barnvænt samfélag, sveitarfélag það, greinargerð vegna stöðumats, lögð fram til kynningar greinargerð vegna stöðumats barnvænt sveitarfélags. Anton Kári, gjörðu svo vel. Á meðan hann stígur hér í pontu, þá vil ég bara þakka fyrir góða greinargerð. Gjörðu svo vel, Anton Kári. Takk fyrir það. Ég vil bara tek undir með Tomma, þakka fyrir virkilega góða og upplýsandi greinargerð frá framkvæmdastjóra að umsjónarmanni barnvæns sveitarfélags og stýrihópnum. Ég hef fengið þann heiður að fá boð á þessa fundi hópsins og það er mjög gaman. Og í rauninni ég bara hvet alla til þess að kynna sér þessa greinargerð. Hún er virkilega yfirgripsmikil og þó hún sé einhverjar 90 síður að þá er lesturinn ánægjulegur og er gott leiðarljós fyrir okkur að taka þessi mál áfram. Þetta er mikilvægt mál og ég myndi líka kannski leggja til, við myndum bóka þá eftir að þakka fyrir þessa vinnu, en ég held að væri líka, við ættum að óska eftir því að fá umsjónaraðila verkefnisins á fund með sveitarstjórn til þess að í rauninni renna yfir þessa skýrslu með okkur í sveitarstjórninni og svona þannig að við getum líka fengið að taka þátt í að móta næstu skref, en bara kærar þakkir. Takk fyrir Anton Kári. Guri, gjörðu svo vel. Já, takk, Oddviti. Takk, sveitarstjóri. Kári sagði vel bara það sem ég ætlaði að segja varðandi. Þetta er náttúrulega bara óbúslega góð greinargerð og auðlesin, þó þessu er kannski margar blaðsíður. Nú erum við náttúrulega komin á þann stað í þessu verkefni í stýrihópnum, við gert frá upphafi. Nú erum við komin á þann stað í verkefni að við erum með verkefnastjóri náttúrulega að fara í svona kynningarherferð. Þannig að það er alveg tilvalið að fá hana hingað til okkar. Það er líka, við erum á þann stað að við erum að fara af stað og setja okkur svona aðgerðaáætlun, hvaða áherslur við viljum leggja núna á næstunni. Þannig það er gott fyrir alla kannski. Hér var smá slys, að lesa greinargerðina og kannski líka bara koma með tillögur að aðgerðir sem þið viljið sjá koma í framkvæmd. Annars sem ég finnst rosa jákvætt í þessu verkefni er að unga fólkið er með okkur í öllum stigum. Í stýrihópnum sitja ungmenni og með mín upplifun er allavega svo að þau hafa virkilega sín rödd í þessu verkefni. Það var eitt enn sem ég ætla að segja og það er gjörsamlega stolið úr hausnum á þér, þannig ég læt þetta bara duga í bili. Takk fyrir. Takk fyrir Guri. Ég bara enn og aftur tek undir orð þeirra Guriar og Antons Kára. Takk fyrir mjög góða greinargerð. Já. Þannig að ef það eru fleiri sem vilja tjá sig hér, svo er ekki að þá er það síðasti dagskrárliður fundarins. Það er liður 39, bréf frá fyrirgefðu. Ég er bara komið langt fram úr mér í þessu, biðst afsökunar á því. Þakka ritara fyrir að minna mig á og koma mér á beinu brautina aftur. Eftirfarandi bókun ber hann upp til samþykktar. Sveitarstjórn þakkar fyrir greinargóða skýrslu og óskar eftir að fá verkefnisstjóra barnvæns samfélags til fundar við sveitarstjórn til að fara yfir niðurstöðu skýrslunar og næstu skref í verkefninu. Þeir sem þetta samþykkja réttu bönd og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í síðasta lið á dagskrá fundarins. Það er liður 39, bréf frá vinum íslenskrar náttúru. Lagt fram til umræðu kynningar bréf frá vinum íslenskrar náttúru þar sem sveitarfélög eru hvött til að huga vel að því við skipulag á skógrækt með hvaða hætti hún kemur til með að hafa áhrif á vistkerfi og ásýnd landsins. Einkunnarorð félagsins eru rétt tré á réttum stað. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þetta, Anton Kári, gjörðu svo vel.
Takk fyrir það. Bara takk fyrir þetta erindi. Það er gott að hnykkja á þessu. Þetta er hérna mál sem skiptir okkur bara heljarinnar máli. En ég vildi bara kannski koma því á framfæri að Rangárþing eystra er með mjög skýra stefnu í sínu nýja aðalskipulagi varðandi skógrækt og til dæmis öll skógrækt sem er yfir 3 hektarar í heild að hún er tilkynningarskyld til sveitarstjórnar og framkvæmdarleyfi skyld og þarf að fara í allt ferlið. Þannig að ég held að við náum ágætlega utan þetta í okkar aðalskipulagi og einmitt hérna pössum okkur á því að skógræktarsvæði það þarf að vanda val þeirra, þau eru ekki heima allstaðar. Þannig að ég vildi bara ítreka það að við tökum ágætlega utan þetta í okkar aðalskipulagi. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Bjarki, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir því. Ég get bara tekið undir það sem Anton Kári sagði. Þetta er virkilega fróðlegt erindi og ber að þakka fyrir það. Við búum svo vel hérna í sveitarfélaginu að eiga nokkra sérfræðinga í skógrækt og það er nú ekki langt í hann formann þessa hóps, Vinna íslenskrar náttúru, og við höfum verið nokkur hérna svo heppin að kynnast honum örlítið, þannig að ég bara legg til að út af því að við höfum þetta, eins og Kári segir, þetta plagg í aðalskipulaginu okkar, við höldum vel utan þetta, en einhvern orðin eru rétt tré á réttum stað og það er kannski ekki sama hvaða tré vaxa í skóginum og við höldum bara vel utan þetta því að þetta er alveg rétt sem þið segja, það er ekki sama hvernig með farið og það er bara mjög góð ábending og við verðum að taka hana til skoðunar. Takk. Takk fyrir það, Bjarki. Eru fleiri sem vilja tjá sig hér? Ef svo er ekki, þá er dagskráin tæmd, fleira ekki gert og fundi slitið. Takk fyrir.